Jú, við erum margblessuð og sæl, kæru vinir, og við erum velkomin í þennan þátt af Kilrukastinu á áætlun. Hvað segirðu Sóla mín í dag? Ég segi gott, bara en þú Rebekka? Ég er hress. Eins og vanlega þá er þetta hérna Rebekka Sóla með ykkur í þættinum í dag. Engin gestir hjá okkur á þessu sinni. Ekki í dag, nei. Ekki í dag. Í þessum þætti ætlum við að tala svona áður en maður fer í ferð. Hvað þarf að hafa í huga áður en maður leggur á stað í ævintýri? Undirbúningurinn, það er svona eitt og annað sem við höfum annars vegar staðið okkur mjög vel í og svo stundum ekki alveg eins vel. Já, svona misvel. Já. En það er alltaf mjög mikilvægt að svona hafa ákveðna hluti í huga þegar maður ætlar í eitthvað svona ævintýri. Þannig að við ætlum að tala svona pínu aðeins praktískari hluti kannski í dag og ábyggilega að deila reynslusögum líka. Já, eflaust skapta einhver inn í Það eru svona allnokkrar ólíklegt. Líka á þeim er líður eins og þú sért svona aðeins sniðugri kona svona heldur ég Sniðugri kona? Ég veit ekki hvernig ég orði þetta þú veist, þegar þessu kemur ég er svo mikið bara, þetta reddast og er oft bara svona svolítið þreytandi típa á mínu ferðalagi en með líður eins og ef þú gerir minnstök einu sinni þá lærir af þeim og gerir þau aldrei aftur svona eins og er alveg sniðugt. Ég reyni það, sko, tekst ekkert alltaf en já en maður er alltaf búin að læra eitt og annað, sko, bara gegnum árin svona. Já, það eru svona ákveðnir hlutir líka sem er bara svona common sense og svo eru aðrir hlutir sem maður læri bara as you go og er svona aðeins meira maður pælir kannski ekki í því fyrir að maður er komin út og eitthvað svona okkur hugsa ekki fyrir þessu Já, þá sér maður eftir því, sko. Já. En sko bara til að byrja með, þú veist, þá hugsa ég eins og vonandi flestir vita vegabréf bara svona byrjum á alveg basic maður þarf vegabréf til þess að fara til útlanda. Ég hef samt alveg lagt að staða út á flugull vegabréfslaus ég ætla ekkert að skafa því. Ég er svona típan sem tjekka bara 140 sinnum hvort því sem er vegabréfið, sko. Já, ég hef alveg bara, það hefur verið bara í náttborskúfinni og ég er komin bara eiginlega hálfa leið og það er alveg, úst mér líður eins og ég bara svona, með hverjum þættinum þá hljóma ég bara eins og ég ætti alls ekkert að vera þarna ég er alltaf bara eitthvað og síðan Nei, það er einmitt málið þegar þú hefur, þú veist, gert það og þá, þú veist núna að þú þarft vegabréf til að fara til útlanda Ég er búin að læra og þú þarft að hafa það með þér til þess að það virki. Já, það kemur allt með kalda vatninu, sko. Já, en það sem held ég margir vita ekki er með sko gildistíman á vegabréfinu. Já, ég pældi aldrei í því. Nei, það nefnilega þarf ofta að vera í gildi bara í 6 mánuði eða eitthvað eftir þú kemur heim, sko. Já. Þannig að þú ert að fara í langa ferð og þú veist, í janúar eða eitthvað og vegabréfið gildir bara til mæ eða eitthvað og þú ert að koma heim í apríl og þá væri maður kannski bara svona, já, það sleppur en þú veist, oftast þá er það ekki nóg. Nei. Af því að mörg lönd eru bara með reglu það að það þurfi að vera í gildi einhverja mánuði. Já, frammir eftir að maður flýgur heim frá. Ég hef alveg heyrt af, þú veist, fólk eitthvað sem ætlaði til Bali fjóla bara leiðin til Bali og einn af krökkunum var með vegabréf sem gildi bara stöðlega bara 2-3 vikur til Bali og vegabréfi gildi eitthvað svona 3-4 mánuðum lengur þannig að það var alveg í gildi og allt í guddi svo eru þau bara farin til Köpen og ætla að fara að tjekka sig inn í flugið frá Köpen bara alla leið til Bali og fá bara, nei hann má ekki fljúga með ykkur skiljum bara eftir skiljum bara eftir eitthvað og það getur verið bullandi vesen sko en þetta er maður nú lært og sem betur við kannski ekki the hard way Nei, ekki persónulega en maður hefur heyrt svona dæmi þannig að þetta er eitthvað sem að held ég margir fatt ekki þannig að ef það er, þú veist, að renna út á árinu eða eitthvað, þú veist, innan við ára eitthvað þá bara fá sér nýtt tekur enga stund og líka bara endur nýja myndina krakkar í guðana bænum ég man, ég var alveg það var svona að syngja sitt síðasta vegabréf mitt þegar ég var hérna í reisunum minni seinast og mér fannst það alltaf bara óþægilegt að nota ólíktir ólíkt mér ég var bara, it is me svo verið að reyna að smygla þér inn í landið bara ég lofa nei, það er hérna, þetta er mjög góð punktur þetta er svona praktískt Þetta er mjög praktískt og annað tengt vegabréfum er náttúrulega vegabréfsáritanir. Heyrðu, og sem við höfum eiginlega lært líka, það er ekkert ótrúlega margir sem að vita af því. Nei. Sem að hafa kannski ekki farið
þú veist, í eitthvað svona við náttúrulega bara þekkjum þetta ekkert hér eða þú veist að því við höfum bara við þurfum náttúrulega aldrei vegabréfsáritin innan Evrópu. Nei. Þannig að eðlilega bara veit maður ekkert hvað það er en það er í mörgum löndum bara skylda og það er bara sama eins og með gildistíman bara þér er bara ekki hleypt borð í vélina ef að þú ert ekki með vegabréfsáritin í vissum löndum en það er bara mjög misjamt. Þannig að það bara að hafa í huga ég var svo undirbúin þegar ég fór til Indlands þá var ég með svo góðan fyrirvara sko. Af því að svo getur náttúrulega tekið smá tíma að fá þessar áritanir þetta er bara svona svo túristaleyfi bara heimsóknarleyfi í landi eða eitthvað og oft þarf maður að vera búin að sækja það sko áður maður er að fara af stað bara í flugið þannig að við erum alveg reynda núna við þurfum ef við ætlum til Englands af því að Bretar eru bara eins og eins og í Bandaríkjanum og þessum stöðum E-vísa Kanada, Ástralíu, þetta er alveg algengt sko, algengar maður heldur en þetta er svona mismikið vesen eftir löndum þú veist, það er ekkit öll lönd það sem þetta tekur eitthvað svaka tíma eða eitthvað svoleiðis en það getur alveg verið þannig þú veist, og þá þarf maður stundum að borga eitthvað smá. Já, það kostar ofta eitthvað dollara sko og eftir mismunandi á hvaða síðum maður sækir þetta þetta skilju en ég líka hvað þetta varðar það er allt gott og gilt að sækja vísa og fá það, þú veist það þarf að vera rétt útfyllt ég hef alveg fengið símtal frá einum félaga vinn minn sem var í Jórdaníu á leiðin til Víetnam og hann hringdi bara í mig í paniki að því að hann mátti ekki fara borð í flugið frá Jórdaníu til Víetnam því að hann setti vitlaust fæðingarár bara hjá sér á, þú veist, vísað þannig að vegabréfið sýndi eitt og vísað annað og fólki í Jórdaníu bara, nope bara svona fljótverðnis svona ógeðslega svekkjandi ógeðslega leiðilegt og hann þurfti að fá eitthvað neyðar eitthvað vísa bara þau hjálpa honum eitthvað flugul eitthvað, ég held að hann hefði borgað eitthvað 25 skall eitthvað af því að þú veist, það þurfti bara að processa það á nanosek og hann búinn að vera tilbúin með vísa sitt bara í marga vikur ég bara, það er sárt ég var líka bara, sorry þetta er bara, þannig en þetta er oftast samt svona sömu upplýsingarnar finnst mér, þú veist, þegar maður er að sækja svona vegabréfsáritin eða vísa eins og það kalla það, þú veist, það er bara svona þetta er eiginlega alltaf svona pínu basic upplýsingar bara nafnið, vegabréfsupplýsingar, gildistími kannski hvar þú ert að vera að gista, hvað þú ert að vera lengi þú veist, þannig að ef maður er bara með ferðaskjölinn fyrir framan sig, þú veist, þá á maður ekkert að vera neina stund að gera þetta en þá þarf maður líka að fara yfir og gera það rétt ég mani eins og bara að vísa fyrir Indland þá kemur sko spurning líka svona, ert frá Palestínu eða Pakistan ég veit það, maður er bara með Palestínu helin þess að dana en eitthvað svona, er amma og afi ættu frá Pakistan hefur þú heimsótt Pakistan ég var bara, eitthvað en það er alltaf eitthvað svona eitthvað að baki, sko algjörlega, er það ekki eins fyrir Esta líka þú þurft að svara eitthvað svona öryggisspurningu ertu að fara að koma með sprengjur inn í landi maður er alltaf bara þetta er eins og þegar maður checks inn í flug alltaf þarna listin bara eitthvað, ertu með vopn eitthvað, maður er alltaf bara nei. Hefur einhver á ævinni ever sagt bara, já ég er hérna með hnífana mína það skildi spyrja ég er búin að taka handsprengjunni nei, mér finnst það en þetta er svona, þessi praktísku atriði sem að við, númer 1, 2 og 3 að byrja á það er vegabréfið og vísað svo verandi hér að vinna vissulega í Kilroy þá fær maður líka alltaf spurningar tryggingar og bólusetningar það er líka pæling sem maður þarf að hafa í huga sko ég segi þá eitt varandi tryggingar passa bara að vera tryggður fyrir því sem maður er actually að fara að gera skilur einmitt, að þetta er ekki alveg þegar maður er að fara í ævintýraferð og eins og út fyrir Evrópu, þetta er ekki alveg að sama eins og þegar þú ert að fara með fjölskyldunum til Spánar eða, þú veist, eitthvað þannig þú ert kannski ekki alveg að gera alltaf sömu hlutina, sko og þú ert komin líka töluvert lengra að heiman þannig að, þú veist, tryggingafélögin hérna heima er ekkit alltaf að dekka það. Nei, ég bara þú veist, maður kannast það að vita út af því að, ég var að kafa í ferðinu minni, skilur, eða fór að surfa, fór í teygjustök og ég hafði samband við mörg tryggingafélögin heima og það er sér trygging bara, eitthvað svona áhættu trygging, eitthvað svona sem er ekkert inn í þessum hefðbundnu ferðatryggingum sem maður er með, þú veist og svo fær maður spurningu, en er ekki ferðatrygging í heimilistryggingunum mínum og ég bara, það fer algjörlega eftir því hvort að þú hefði valið þann pakka og kortin líka, þau geta verið svo misjafn kreditkort, þar eru oft einhverjar ferðatryggingar, oft ekki og stundum það gett góðar og hvað vera gett mikið, stundur hvað vera bara pínu hanna
aðeins að líka ef maður að fara í eitthvað svona fjallgöngur ótrúlega svona 4000 metra yfir sjávarmáli eitthvað aðeins að skoða smáletrið sko. Að því að ef eitthvað kemur upp á meðan maður úti og maður þarf að fá læknisaðstoð þú veist, sumar tryggingar gilda bara hjá opinberum stofnunum en ekki einkareknum stofnunum til dæmis það er ógeðslega leiðilegt að fara á einkarekinn spítala í, þú veist, Tansaníu eftir eitthvað óhapp og fá bara reikningana og bara já, þú veist, tryggingarna hvað verður þetta og fá svo bara, nei, kallið minn þetta er í skilmálunum og þetta er svo leiðilegt ég veit það og maður hefur alveg heyrt eitt og annað svona en að bara vera, þú veist pæli þessu, maður veit aldrei hvað getur gerst Nei, það er bara, það hefur nú bara sýnt sig í gegnum árin bara allavega veit ég hjá mér sko, bara að vera tryggður eiginlega alveg, einmitt sama hvar það er eða hjá hvaða tryggingafélagi eða eitthvað þannig bara að vera með réttu trygginguna þú veist, það getur bjargað þér úr alls konar klandri sko, bara þó það sé ekkit alvarlegt en bara þú veist þetta er svo fljótt að telja kostnaðurinn Já, bara sást ekki TikTok um daginn þegar stelpan var eitthvað íslensk stelpa á Vespunni og gæti ekki bremsa og bombaði eitthvað inn í tríð ég fyrst þess að hugsa það var bara ég voru þessi tríð fyrir þessu bæði Vespunni og sjálfur sér það er bara einmitt með svona bíla allt svona sem er að leigja þetta er svo fljótt að telja sko. Líka ég hef aldrei keyrt Vespu svo bara var ég í Tælandi allt hérna með Vespu og ég hugsaði bara ef ég er að slasa mig þú veist, líkandur að ég sé verið þetta eru bara því miður smá miklar þú veist, ég kann ekki keyra Vespu, ég er að reyna hann að það var gott að vita allavega að því, bara yes En svo nefndur bólusetningarna líka Já, sko maður fær alltaf spurningar út í þetta en svo mitt svar er alltaf bara ég er ekki heilbrigðisstarfsmaður ég vil eiginlega ekki, og við megum mér ekkert eitthvað Nei, þetta er náttúrulega pínu persónubundið Þetta er bara mjög persónubundið lang oftast Það er mjög fá lönd sem eru bara með bara kriteríu og bara þú veist, svona þú mátt ekki koma inn í landin nema að setja bólusettur við X Nei, það kemur alveg fyrir að maður sjáu það en hérna oftast, það er náttúrulega langt best að heyra bara í heilsugæslunni sko Eða, ég er svolítið að vinna með að fara inn á heilsuveru.is fara og spjalli bara hana og það bara svona leiði mann áfram bara eitthvað bara eitthvað svona bot af hverju ert þú hér í dag og ég bara bólusetningar, ferðalög svo segi ég bara hvað ég er að fara að gera eitthvað og innan 10 daga þá fær maður bara frá hjúkrunarfræðing eða einhverjum upp á heilsugæslu bara með þína bólusetningar og hvert þú ert að fara, mælum við með X svo bara, það er snill sko bara, þú veist, hugsa maður fyrir því svolítið bara sjálfur hvað maður vill gera og það er oft mælt með alls konar eitthvað svona með hundæði, japansk heilahimnubólga eitthvað svona sem maður það bara skoða sumt er ógeðslega dýrt, sumar bólusetningar er ógeðslega dýrar en þetta er eitthvað svona sem maður vill kannski ekki vera að spara á sko Nei, svo er það Svo er það af því að þetta getur verið vesen en svona fínt að vita bara hvers maður getur leitað og svo þegar maður er búin að fara og svo þegar maður er búin að fara í fyrstu svona ferðina kannski eitthvað langt og framandi þá er maður líka alveg pínu covered eða þú veist, ég er bara með kokteil í mér sko. Þetta er ekki alltaf bara 1.000.000 sprautur fyrir hverja ferð, skilur við þetta er bara, maður þarf að byggja upp góðan grunn byggja upp góðan grunn ég er sko aldrei að fara að fá yellow fever en ég fæ bara hór hérna aðra hverju viku eða heima, skilur en yellow fever nær mér ekki hún nær þér ekki en þetta er svona þessi helstu atriði sem að ég veit ekki, maður gott af í huga og ég myndi segja að væri mjög mikilvægt sérstaklega vegabréfið, þú reddar því ekkert úti sko Nei, þú veist, það er alveg ég vissum að sé hægt, en ég vissum að sé ógeðslega leiðilegt það er, eitthvað að finna sendiráðið svo náttúrulega Ísland ekkert með sendiráðið eitthvað svona í öllum löndum, þá erum við undir danska, norska eitthvað, þetta er örgulega bara þetta er bras þetta er bras, sko Hanna, nummer 1 og 3 pæli vegabréfi ég bara trú ekki að þetta séu upplýsingarnar eins gott að fólk sé að hlusta svo þau veit að þau eru vegabréf til að fara til útlanda það er ekki hægt að fara út allt á ökuskírteininu það eru fleiri hlutir sem að við erum ótrúlega spurður út í ég hugsaði til dæmis bara ég fær rosa spurningar hvernig við pakka hvað ég taka með mér bara eitthvað svona mjög almennar spurningar sem ég skil ótrúlega vel, sérstaklega maður fyrir fyrst sinn en að við kannski förum með inn á það að hlutir sem að ég myndi til dæmis sem ég er búin að læra að taka með mér Númer 1, 2 og 3, þá er það innstungubreitir svona kló þú veist,
ég gleymdi, ég er svona hægt að gleyma það núna, ég er líka búin að sanga með öllum að mér, ég var bara innstungubreyti, einn fyrir Indland, einn fyrir Suður Afríku, einn fyrir Bretland, en hérna innstungur eru mismunandi eftir löndum og það getur verið ekkert eðlilega þreytt að ætla að fara að hlaða síman, þú veist, og það er USB-C eða USB þetta er orðið svo flókið stundum. En það er hægt að kaupa svona alþjóðlegan sem virkar fyrir nokkur lönd, hann virkar ekki fyrir öll en það virkar fyrir nokkur þessi helstu, svo eru náttúrulega sum lönd sem að vilja vera bara ótrúlega einstök og eru bara með sína eigin einstökur og það er ekki hægt að nota neitt alternativ ekkert hitt virkar þannig verður bara að kaupa á flugvöllunum Suður Afríka, allavega senst þegar ég var þar Indland semi, ég gat, sko á sumum hótelum gat ég trúðið mínum evrópska en þeir eru samt með eitthvað svona það er aðeins breiðara bíl á mill ógslaperandi, alveg ferlegt svo líka bara góð, svona good practice að hlaða hleðslubanka áður maður fyrir út þú talar á reynslu þarna ég er ekkert eðlilega pirrandi típa stundum bara mæti með hleðslubanka, bara ready to go svo kannski bara innstungubreitirinn minn ekki að virka eða whatever, ég get ekki eins og hlaðan svo er ég bara í rútu í 18 tíma og ég er bara alltaf hæ ég maður hlaða síman minn í þínum hleðslubanka ógæslega byrjaði Nei, það er líka ég hélt einu sinni að það væri bara í öllum flugvélum svona hleðsludót, það er ekki alltaf og eins með rútunar, það er ekki alveg alltaf og þá er hleðslubanki náttúrulega snilt sko að vera með hann, en það verður líka að vera hlaðin til þess að nota ég veit það bara byrja aðeins að preppa nokkru dögum fyrr ég var gett snið og tók minn með seinast svo gat ég ekki hlaðin og eitthvað og svo var bilaður og ég þurfti að henda honum en ég tók hann með Þú gleymdir hann á mig? Nei. Rocksteg á mig það er það svo net í síman við erum svo dependent á símana þessa dagana sko. Og þetta er líka öryggistæki 100% sko. Þetta er náttúrulega líka Google Maps og þú veist, vera með skjölin vistu í símanum og svona Já, það er sko þegar ég var að ferðast í gamla dag þá var rosa mikið bara svona að kaupa svona SIM-kort bara skipta ég tók bara kortið mitt úr símanum og setti eitthvað 5 GB í Tælandi eitthvað það var smá pirrandi fyrir það að leiti að ég var kannski að nota símanúmerið mitt á WhatsApp eða eitthvað með alls konar, þú veist þú gast náttúrulega ekki nota íslenska númerið Nei, númerið mitt sem ég var kannski búin að tengja við eitthvað bókanir, ég var búin að bóka hótel eða alls konar, það virkaði ekki, ég gat ekki haft samband við mig neinstaðar sem tengdist símanúmerinu mínu þannig að það kom svo sniðt núna eSIM eSIM er algjör snill það er uppáldið mitt það er mjög einfalt fyrir áhugasama þá er hægt að kaupa, þetta er bara svona rafrænt SIM-kort í símana það eru upp fyrir þetta alls konar upp Eralo er eitt og ég hef heyrt alveg mörg fleiri Holafly heitir það ekki, jú þetta er algjör snill sko, þá getur maður að vera bara með 2 SIM-kort skráð í síman eitt fyrir net, eitt fyrir símanúmer það er svona smá tekur smá tíma að setja þetta upp þú veist, maður þarf að fylgja einhverjum leiðbeiningum og svona að setja upp, en þegar það er komið alveg rétt en þegar það er komið, þá er þetta þessi virði sko. Og fyrst þegar ég setti mitt ég var í Mexíkó mann í hitt fyrir eitthvað og var að reyna að tengja og ég tengdi vittlaust þá var bara farið $10 skilur ég keypti leið og ætlar að byrja að virka einu sinni ef það er ekki virkt í rauninni rétt þá getur ekki sóta aftur af því það er bara skráð í notkun einhvern veginn þannig að ég var alveg bara keypti aftur svo var ég bara númer 1 opna settings í símanum ég ætla ekki að feila þessu aftur svo lærist það svolítið bara svona en mér varst snilt líka þegar þú varst svo að verða búin með gagnamagnið eða þá fekk ég bara e-mail og var bara eitthvað, vilt ekki, þú veist, bæta á og það tók mér svona 2 klikk að bæta á ótrúlega þægilegt í staðan fyrir að fara út í búð og kaupa nýtt símkort eða þú veist ég kláraði mitt svo oft í Indlandi, ég var alltaf í símanum og alltaf bara bling, bling, toppa tæknin í dag sko. Þetta er ekki eins og þegar ég fór í fyrstu ferðinu mína bara með kortið skafkort, skilur það hljóma bara eins og sérst maður bara alltaf fyrsta sem ég gerði þegar ég kom á hostel eða hótel var bara að fá kort af því ég var ekki með kort í símanum mér finnst það ótrúlegt sko ég get ekki kort í símanum svo eru bara símar ekki með fysisk kort lengur, eða ég held að nýjasti iPhone-in er bara, iPhone 15 eða eitthvað það var bara hægt að setja svona plug-in gaur fyrir kort það er bara eSIM ég er að tala sko landakort hættu
Nei. Ég að tala þú veist, að því vorum að segja tæknin í dag, skilur. Og ég var að segja að fyrstu ferðinni minni, þá var bara, þú veist, ég þurfti bara að mæta hostelið og fá kort, bara physical kort á blaði, skilur. Þú ert bara 28 ára. Ég veit það. Ég átti bara iPhone 3 eða eitthvað. Það var ekkert Google Maps í honum, sko. Oh my god. Já. Já, það það sem ég var að tala sko. Já. En já, þetta kort. Ég þetta vá. Aldrei hefði mér dottið í huga að þú hefði verið að ferðast á tímum með landakorta í blaðformi. Eða þú veist, þetta var bara 2016, skilur. En þú veist, í huganum þá var það bara Google Maps bara. Þetta er bara búið að gera svo hratt. Mér leiði svo gamallega, við tölum þetta svona. En þetta samt snilt núna. Núna getur maður verið bara búin að vista alla staðina Google Maps og verið með þetta allt offline, þannig að maður þarf ekki net einu sinni til þess að opna þetta, þú veist. Já. Ég ætla að reyna alltaf að vera það með heimilisfangi á hótelunum og eitthvað svona. Já, hafa þetta í. Ég er svolítið að vinna með albúms í fótós og bara með screenshot af öllum ferðaskjölunum. Bara setja eitt albúm. Og ég set screenshotið í réttri röð. Já. Skilur. Hótelið sem ég er á fyrstu 3 næturnar, það er bara fyrsta screenshoti, bara voucherinn þar og eitthvað. Já, það er snið. Og þá, einhvern veginn svona helstu upplýsingarnar allar á saman staðnum. Við erum með kopí af vegabréfi og bara eitthvað svona öll þessi, bara taka myndir af þessu og setja í albúm. Já, það er alveg sniðt, sko. Já, einmitt. Afrita af vegabréfinu og bólusetninga, skírteininu og eitthvað svona. Stundum þarf maður að vera með afrita fluginu sínu út úr landinu. Já, flugupplýsingar. Já. Hafa þetta allt bara á okkur einu stað líka, að ég veit ekki, að passa að maður sé ekki dependent á net af því að það tekur oft smá tíma og maður er eitthvað, þú þarf til dæmis að vera í neti til að kaupa net. Já, til dæmis, einmitt. Þannig að ég hef alveg lent í þeim bobba að vera netlaus og öll ferðaskjölu mín eru í mailinu mínu. Það er ekki sniðugt. Nei, það getur verið bara að þú lendir ykkur staðar, af því að stundum er ekki net á flugvöllum eða net. Nei. Einstakasinnum. Já, minnir, ég man ekki hvar ég var. Ég var bara daginn í London eða Dubai eða eitthvað svona stóra flugvölli og ég bara afsakið. Og ég borga fyrir internetið. Alveg galið, sko. Ég var skapið næst að storma út. Já. Storma. En eitt af því við vorum að tala svona að taka með. Þetta er í huga eitt svona sem ég fæ stundum spurningar og þetta er smá svona, ég held þetta tengist svolítið TikTok, sem maður hefur séð þetta á TikTok. Já. Og það er að taka með sér sturtuhaus. Nei. Jú, hefur ekki séð þetta á TikTok þegar fólk er að tala þetta er sérstaklega tengt Bali, mikið. Nei, sko, ég hef ekki tekið með mér sturtuhaus sjálf, en ég fæ oft svona spurningu þetta og ég hef séð þetta sjálf á TikTok að já, og þú ert að taka að því að vatnið á Bali er víst svo hrikalegt. Já, það er ekki treinast það í heimi svo sem. Nei, og þá þarftu að taka með sturtuhaus og hárið dett ekki af. Nei, býttu. Ég er ekki að tjóka. En þú veist, ég hef séð þetta sjálf, það er bara fullt af vídeóum þetta. Og er fólk raunverulega lendi að missa hárið? Nei, en ég hef heyrt að því að fólk er að taka með sér jú, eða þú veist, örugglega. En þú veist, er það vatni, sko, ég veit ekki. Nú er ég bara til að sjá heimilda rannsókn þetta. Já, eitthvað rökstuðning. Já, bara pínu, eitthvað annað. En það er nú gallinn með TikTok að maður fær ekkert alltaf rökstuðningin með, skilurðu. Það er ekki alltaf sett í samhengi, það er bara eitthvað sköllótt bara manneska að sína bara ég misti hárið á Bali, þú veist, taktu með sturtuhaus. Það er pottet hárið úr sturtunni. Nei, vatnið í sturtunni. Ég veit ekki. Nei, þau vildi meina það. En þú veist, þetta er eitthvað svona þing að Bali er vist eitthvað þekkt fyrir þetta og sumir eru kannski með bara rosa viðkvæman hársvörð eða eitthvað, ég veit ekki, það má alveg vera. Já, ég meina ég var alveg á Bali í rúma 2 vikur. Já. Og komst með allt hárið heim? Ég kom með allt hárið mitt heim og örugglega bara meira ef eitthvað er. Ég bara, þetta er ótrúlega fyndið. Já. Nei, ég kannast ekki við þetta. Nei. En er fólk að taka sturtuhaus? Sko, ég hef heyrt af því, en ég fæ oft spurningar þetta og þá er svarið mitt bara, nei, þú þarft þess ekki. Ef að þú ert með það viðkvæmt hár að þú getur ekki farið í sturtu, myndi maður þá ekki freka bara að kaupa vatn út í búð eða eitthvað og sturta sig með því? Jú, bara í staðinn fyrir að vera að ferðast með sturtuhaus með þér alla ferðina. En hvað gerir þá bara ef þú ætlar út í sundlaug? Sama vatni er í sundlauginni. Þú mátt bara ekkert fara með hárið onni.
Hvað ætlar bara með þurrt hár á Bali bara? Sko, ég persónulega held að þetta sé ekki satt, sko. Oh my god, þetta bara, mér líður bara eins og getur alveg stekið bara ristavélina með þér, bara in case að þú viljir brauðrist, að ég ætla að segja öfugt. Ristað brauð? Ristað brauð með brauðristinu. Já. Mér líður að sé álíka svona... Já, eða bara taka með þér stóla því að... Getur verið þreytt í fótunum. Já, eða skilurðu. Já, eða þú veist, en það er auðvitað persónubundið. Sumir bara vilja vera safe og vera með þetta, en hérna, ég myndi ekki segja að vera þörf á því. Hvað á sturtuhausinn samt? Nú verð ég að spyrja. Þetta hefur eitthvað með svona þrýstinginn og eitthvað líka að gera, þú veist, ég veit að ég ekki filter eða eitthvað. Já, allir það ekki. Þú sért með eitthvað filter í hinnu eða eitthvað. Vá, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Já, ég er ekki að fara að adda þess á pökkunarlistan, sko. Vá, nei. Þú sér mig ekki pakka sturtuhaus með mér. Nei, ég er með hárið mitt í, þú veist, snúðið að takla eitthvað alla ferðina og tek það ekki niður einu sinni, sko. Svo bara þegar ég tek það niður og kem heim þá er það bara eins og eitthvað fuglaræða eitthvað heifur. Þannig að þú veist, mér geti ekki verið meira sama en... Ég er sem bara eitthvað að reyna að átta mig á þessu, hvað er bara eitthvað svona kemikal efni bara eitthvað í vatninu sem kemur úr sturtuhausinu bara Bali, skilur. Já, en svo er annað sem maður heyrir líka bara með Bali, mjög oft, og það er Bali belly. Ég hef heyrt þetta. Þú hefur heyrt það? Já. Já. Oft fengi svona spurningu út í þetta líka. Já. Við rættum þetta aðeins þegar við vorum að tala um disaster-sögurnar. Já, og matareitrunina. Já, matareitrunin. Vá. The one and only. Já. En þú veist, að hérna Bali belly var bara eitthvað svona a thing. Já. Og bara einkendist bara við Bali og maður er svona eins og maður getur bara fengið í magan á Bali. Já, sem bara út af því að einhver fann, þú veist, nafn yfir það. Já, en við vorum náttúrulega svolítið að afsanna það bara því við höfum báðar fengið matareitrun og hvorugar á Bali. Já. Mér er aldrei eins vel í maganum eins og á Bali. Nei. Ég bara borðaði einhverjar makai skálar og salat og ískaffi og eitthvað. Ég var bara í sko 7. himni. Já. En þetta bara, þú veist, þarf maður að passa sig þar eins og annar staðar. En ég held að þetta sé klálega bara eitthvað svona að þetta er eitthvað BB hljómar ógeðslega vel, skilur við. Bali belly. Sko, ég heyrði líka aftur undan að það væri tengt vatninu, sko. Er það? Já, út af því að ef maður er að fá drykki með klökum og klakarnir eru gerðir úr kranavatninu að það sé álíka slæmt og bara að drekka kranavatnið, skilur. En það er samt bara allstaðar, skilur. Það er ekkert bara Bali. Það er bara alveg eins og þú verður á Filippseyjum eða Tælandi, jafnvel, eða eitthvað. Bara anywhere, held ég. Já. Eða svona á svona framtíð slóðum, sko. Já. En ég nefndi það bara ef maður hefur ágjörð því að bara fylgjast með því að klakarnir séu, þú veist, store-bought, eða svona gati í gegn og svona bara traustvekjandi. Traustvekjandi klaka. Það er það sem skiptir máli. En hérna talandi um það, þú veist, með svona street food og svona ég fæ nefnilega stundum spurningu þú veist, má ég ekki borða götumat? Já. Og bara eitthvað svona, hérna, að því nú erum við að tala um bara svona undirbúning og svona fyrirferð. Já. Þú veist, hvað þarf maður að vera undirbúin í að borða? Eða þú veist, má maður borða? Það er bara basically spurningin. Má maður borða? Ég ætla rétt að vona að fólk sé að borða þegar það er í útlöndum, en hérna... Það er besti parturinn við að ferðast? Já. Sko, ég hef alveg sagt við nokkra að bara, hérna, vera með góðgerðla og eitthvað svona með sér. Já. Eitthvað svona gott fyrir magaflóruna. Oft er þetta allt í lagi matur, skilur þú veist, þetta... ég hefur ekki séð vídeo en eitthvað svona... Fólk er bara eitthvað sleikja svo puttana og fessa með puttana í matinn og eitthvað svona. Já, bara vera með spritt. Basically. Nei, þú veist, þú á sér hendunar. Nei, ég er að tala um, þú veist, fólki sem er að matreiða matinn er kannski ekkert selja. Já, ég skil. Ég ætla að vera fólk sem er að borða. En líka alveg við erum með spritt, það er alveg sniður. Það er örugglega virkar alveg samt. Við erum hérna post-covid times, við viljum þetta ekki aftur. Við viljum sprittið. 2 metrar og sprittið. Ekki gleyma. En nei, þú veist, ég hef alveg borðað held ég eiginlega allflestan street food sem ég séð, þú veist, þegar ég er á flakki. Og þú veist, hann fer svona misvel í magan bara því þetta er nýtt í magan. Ég hef aldrei eitthvað og geta bendlaði við eitthvað street food, eitthvað matarvagn sem að vanlega er þetta bara líka svona faldar perlur bara af mat. Já, en maður það náttúrulega bara en til að undirbúa sig getur maður kannski allavega verið með hérna magatöflur. Já. Imodium, ekki glemma því. Nei. Góðgerlana, taka þá kannski áður en maður fer og byrja að preppa magan og svona fyrir alla bakteríurnar. Og ég er alltaf með svona hérna
freyðitöflur líka, þú veist, svona sölt og þannig. Já. Af því ef að maður fær í magan, þá getur það verið game changer að vera með, þú veist, maður verður svo eða eitthvað svona. Dehydrated, að fá sér svona electrolytes. Já, electrolytes, einmitt. Alveg rétt. Já. Jú, það ógeðslega sniðugt. Bara pínu vera með eitthvað svona lyfjatösku í handfarangri. Já. Allavega svona, þessu helstu nauðsynjar, sko. Já. Að þetta er bara, þetta er nýtt. Þetta er nýtt í maður, skilur. Já. Þetta er það. En já, við erum svolítið svona með, það eru ýmislegt sem hægt að taka fyrir upp á undirbúning, bæði bara svona mýtur. Þú veist, ég er að fara þanga, ég er búin að heyra þetta, á ég að gera þetta. Það er svo erfitt að segja til það, þú veist, fyrir hvert og eitt tilfelli, því að maður heyrir og sér alls konar, allstaðar, þú veist, bara chatti frendi, geti verið að bulla, Google eða TikTok eða eitthvað, en þetta er svona, getur verið. Og svo upplifun fólks líka bara misjöfn, skilur, sem eiga bara misgóðar minningar og aðrir bara skemmtir sér ógeðslega vel og eitthvað svona. Einmitt, 100%, það er bara allir gangur á því, sko. En það er svona, ákveðnir hlutir sem að ég myndi alltaf taka með, undirbúa áður maður fyrir stað. Já. Og svo bara reddast oftast rest. Já. Eitt sem þetta ætti þú segir svona mýtur og svona. Já. Ég fæ svona spurningu með að hvort maður þurfa að vera búin að taka út allan peningin áður þú fyrir að stað. Já, svona gjaldeyri. Já. Sorry, þá spyr ég, hvað ætlar að gera það? Ætlar bara að gera... Já, ætlar bara að taka út Vietnamese dong í Arjónboka. Bara heitir breakthrough, ég held að séu 4 gjaldeyrar í flestum bönkum. Já, en svona, sumir eru kannski að meina, þú veist, að taka dollara og skipta þeim eða evrur eða eitthvað, skilur. Já. Hefur þú verið að gera þetta eða? Nei. Nei. Sko, mér finnst fínt að vera með dollara. Já. Og bara eiginlega hvar sem ég er. Afriku, Asíu, eitthvað svona bara einhvern veginn, ef maður fara eitthvað svona pínu svona öðruvísi, að vera bara með $100 eitthvað bandaríkjadollara. En þegar ég mæti á staðinn, þá er ég svolítið bara svona að finna hraðbanka á flugvöllunum leiðu lendi. Já. Og líka pæling bara með hraðbankana, þú veist, ég er með fysisk kreditkort. Já. Nú gengur ekkert að vera með bara Apple Pay, skilur. Nei, ekki til að fara hraðbanka. Nei, þú veist, þannig að maður þarf að vera með fysiskt kreditkort og pinnið á minnið, krakkar. Ég man aldrei pinnið mitt. Ég veit, bara einu skiptin sem ég lendi í því vesinni er í útlöndum, sko. Já, og þá líka hef ég þurft að fara inn á appið, þú veist, banka-appið og kíkja. Og þá þurf ég að vera með net. Einmitt. Þannig að vera með að skrifa niður. Þetta er bara vítarhingur. Já, netið. Það er bara undirstæðana þessu öllu saman. En já, hraðbankarnir eru málið, sko. Já. Ég er alveg sammála því. Og bara líka ekki fara á eitthvað frístandandi hraðbanka, bara líka út um mér í götu í einhverju svona glerkassa. Já, einmitt, bara einhverju meiri djamgötu, bara eitthvað. Já, mér, það má alveg vel vera, það sé alltaf lagi. Já. Finnst það bara eitthvað sketchy. Já. Og gjöldin, þau geta líka verið svo há. Já. Og misjöfn. Og eitt annar enda líka sem að ég var að vinna með, eins og bara þegar ég mætti til Vietnam, gott að nefndir Vietnamese dong, svo frábæri gjaldmiðl. Þegar ég mætti til Vietnam sín tíma og fór fyrst í hraðbankan, þá var minnsta upphæðin sem ég gæti tekið út 5 milljónir dong. Já. Eða eitthvað svona, þetta var bara eitthvað svona galin upphæð. Meira þess að fyrir okkur bara. Já. Og ég ég hugsaði bara, er það ein brauðsneið? Er það vassflaska, er það 100 kall, 10 kall, ég veit ekkert hvað ég er að fara að taka út. Þannig ég fór svona fyrir miðju, það er alltaf svona 8 valmöguleikar eitthvað, tók svona smá. Það kláraðist að hálfum degi, skilur, ég fór bara eitthvað, keypti mér hádægismat og eitthvað eitt annað og allt kassi bara farið. Þannig ég bara anskotinn. Og í hvert sinn sem maður fyrir hraðbanka, maður kannski borgaðist 2 evrur í þjónustugjald eða hjá þessum banka er það 3 evrur eitthvað. Þannig að mæli með að vera með currency converter annarkvært app eða það er í calculator appinu í iPhone. Já, einmitt. Það er að breyta reiknivélinni í svona gjaldmiðla reiknivél og hafa svona pínu tilfinningu fyrir því þú ert að fara hraðbanka, skilur þessir gjaldmiðlar gefa manni þetta, ég veit, þetta gefur manni einhverjar upplýsingar, skilur, hvað er 5 milljónir? Hann er 100% pælaði sig því að því að ég var farin að fara í hraðbanka 2 á dag. Já, það er ekkert eðlilega dýrt. Ég var bara farin að eyða jafn miklu í mat og í hraðbankagjöld, skilur það var ekki hægt, sko. Þannig að maður er að tjekka á þessu, vera með appið, tjekka á hvernig kortin manns eru, þú veist, vera með ég reyna allavega alltaf að vera með allavega 2 til 3 típur af kortum, eða þú veist, eitt kannski debit og kredit eða eitthvað svona, því maður veit aldrei
hvað virkar. Já, einmitt. Svo maður bara sjá hérna endokortin séu víst stórkostleg. Ég með þannig líka. Það eiga að vera engin hrafngjöld að því og eitthvað. Það er ótrúlegt. Ekkert sponsant. Nei. Nú erum við bara að tala hérna bara almennt svona yfir. Nei, ég hef aldrei, ég á eftir að prófa það, endokortið mitt. Ég kom með það, sko. Já. Ég ættir að tjekka á því. Næst þegar ég fer eitthvað. Hérna, Anna líka með svona, að því við erum að tala svona ævintýraferðir og eitthvað. Ég fæ stundum, nú er ég bara svona brainstorma spurningar sem ég fæ. Ég fæ stundum spurninguna með bakpokan. Já. Eins og nefndir í byrjun, bara svona fullt af spurningum með hvernig á að pakka í bakpokan. Ég fæ líka spurningu, þarf ég að vera með bakpoka ef ég er að fara í ævintýraferð, eða má ég vera með ferðartösku og hvað á það að vera stór ferðartöska, og þú veist, þetta er bara alls konar svona spurningar. Hvort myndir þú? Ég myndi alltaf taka bakpoka, sko. Já, ég líka. En ekki af því að það þarf, þetta er bara svona persónubundi, en þegar maður er að flakka svona mikið á milli þá er alveg vonlust að vera með tösku, sko. Líka bara ekkert vera að hafa eitthvað, ekki pakka miklu. Ég held að í sögu allra í öllum ferðalögum heims eru bara svona overpacking. Já, það eru allir í því. Já. Ég þarf pottið hérna eitthvað 8 bóli, 5 stuttbuxur. Lendingin er svo alltaf bara, maður er alltaf bara í sömu 2-3 átfötunum, svo kaupir maður sér alltaf eitthvað úti, eitthvað þægilegt sem maður sér og eitthvað á markuðum, svo er bara þvottahús á hverju horni sem nota gæt mikið þvottaefni og þvotturinn maður lyktar eins og blóm og það var uppáhaldið mitt þegar ég var í Tælandi. Alltaf með þvottaefnislyktin. Já, ég var alltaf bara stelpur, er ekki þvottadagur, það er bara ég er með 8 flíkur eða eitthvað svona, þú veist, bara og ég bara, mér laka bara líkt eins og blómagarður. Það er nátt svo mikið þvottaefni, sko. Já. En hérna, ert þú með ótrúlega svona sérstaka leið, þú veist, hvernig þú pakkar í bakpokan? Já. Þú ert bara búin að mastera bara eitthvað tækni. Já. Ég er bara á ákveðna packing cubes sem ég mæli heilsugur með. Já. Ég get ekki ímynda mér að pakka tösku ekki í packing cubes eftir að ég byrjaði að nota það. Já. En hérna, alltaf þannig, og svo bara stuttbuxur og buxur kannski svona stærsta, svo fara litlu bólunir í næstminnsta, svo okkar nærbuxur svona litla mjóa, eitthvað. Ég er bara með ákveðin cubes sem að passa, skilur. Þannig að 100% nota það og líka bara, þú veist, lifin í þessa tösku, snurstu dót hér, eitthvað, og þetta er bara hvernig, og aldrei á mikið, bakpokkin ekki of stór. Það er held ég bara gullni milliverun, sko. Já. En það er alveg, ef fólk vill taka ferðatösku. Já, þetta er það hægt. En bara svona kannski, taka minn en meira. Helst. Já, ég mynda mér, þú veist, hefur ekki séð TikTokin líka, talandi TikTok, þegar fólki er í Tælandi og er að fara okkur að geta svona eyju og þú mætir á bátnum og þú ert að labba í land. Já. Og þú ert að labba smá í sjónum, sjórin nærðir upp á hnjám og fólk er bara með bara 20 kíló ferðatösku á hausnum, bara Ég vippa bara bakpokanum mínum á bara þú veist, á Nano segja það er ekkert mál. Já. Ekkert mál. Þá erum þeir allir vegir færir með bakpokan á bakinu. Sér hlaupandi á ströndina, hýjandi á hina. Já, nákvæmlega. Geðveikt. Já, þetta er líka eitthvað sem kemur bara með æfingunni, held ég, bara að pakka bakpokan. En þetta er bara, þú veist, fyrir þá sem að veit ekki og hafa áhuga og er að leiðin í ferð eða langar að fara í ferð eða eitthvað, þá held ég þetta sé bara sniðut að tjekka á þessu öllu saman. Já, þetta er ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Já. En þetta er líka svona skemmtilegt. Þetta er skemmtilegur undirbúningur, að þetta er spennandi. Já. Já. Þetta er ekki eitthvað svona eins og þegar maður að gera eitthvað leiðilegt, að ég veit ekki, flytja, pakka. Nei. Svona fyrir þannig eða eitthvað. Og þetta er líka, þú veist, mikilvægt. True. Já. True that. Já, við getum talað um þetta í allan dag. En svo bara aftur, ef fólk er með spurningar eða pælingar eða eitthvað hvað þetta varðar, við erum bara all ears. Já, endilega. Og vonandi með svörum við flestu. Já. Það var Sóla, hún svo sniðukona. Flesta daga. Já, oftast. En bara svona að lokum, gott að sjá þig, Sóla mín. Já, sem er leiðis. Það er svo langt síðan ég sá þig eitthvað. Já, þið hittumst aldrei. Nei, aldrei. Þú ættir afmælinn daginn. Þú líka daginn eftir mér. Þú og fössara, ég og laugara. Let's go. Já. Nei, já, bara takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta okkur rambla, það er svo gaman og endilega follow okkur á hvað heitir það, Spotify, Apple Podcast Instagram, TikToki og gefa okkur kannski eins og 5 stjörnur eða svo. Já, kannski helst 5
eða bara sleppa því? Bara annarkvort? Hérna, gett að reyta líka á Apple Podcast? Er það ekki búið? Jú, það hægt. Ég nota bara Spotify nefnilega. Ég alltaf að reyta á Apple Podcast. Já. Og ég mælum með að þið, kæra hlustundur, gerir það líka, eins og Sóla. Takk í Sólu til fyrirmyndar. Já. Í einu og öllu. Það ekki flóknar en það. Herru, æði pæði. Já. Þá bara segja þetta gott í dag, ekki? Segja þetta gott í bili. Adiós. Bye.